Þorgerður Þorvaldsdóttir, doktor í kynjafræði, flytur erindi sitt löglegt en siðlaust. Já, komið sæl. Ég bætti aðeins við titilinn, þannig núna löglegt en siðlaust. Hversu lengi getur vont versnað? Þann 24. nóvember 2017 birtu rúmlega 400 konur úr öllum stjórnmálaflokkum MeToo áskorun og 136 ofbeldissögur undir millimerkinu í skugga valdsins og þar með var íslensku MeToo-byltingunni hrundi af stað. Þá héldum við að botninum væri náð og að nú væri aðeins hægt að spyrna í bakkan og fara upp á við. En tæplega ári síðar hittust 4 þingmenn Miðflokksins og 2 frá flokki fólksins á óformlegum drykkjufundi á Klausturbar og sorinn og skíturinn sem upp úr þeim vall var slíkur að það var eins og MeToo hefði aldrei gerst. Hatursorðræðan, þar sem megn kvenfyrirlitning blandaðist fötlunarfyrirlitningu og homofóbíu, var gegndarlaus og við þurfum að þora að kalla hlutina réttum nöfnum. Hatursorðræða lauslega skilgreind sem öll tjáning sem dreifir, hvetur til, stuðlar að eða réttlætir, hatur sem byggir á umburðarleysi og fjandskap gegn hverskins minnihlutahópum og gegn konum. Bergþór Ólason talaði það að hann hefði notað orðfæri sem honum væri framandi og hann vissi ekki til hann hefði notað áður. Á þingfundi tók Steingrímur J. svo undir þessi ummæli og smættaði hatursorðræðuna niður í óráðshjal. Forseti Alþingis þannig búinn að gefa þeim fjarvisasönnun. Þeir voru með óráði, þeir vissu ekki hvað þeir sögðu eða gerðu. En hvað ef? Hvað ef Marvin Huldumaður hefði ekki kveikt á upptökutækinu og við hefðum aldrei fengið að vita hvað framfór á Klausturbar þetta kvöld? Orðin hefðu samt verið sögð, kvenhatur, fötlunarfordómar og homofóbía hefðu fengið að flæða þótt enginn vissi neitt. Hvar hefðu afleiðingarnar birst? Hvaða áhrif hafa svona orð og hugsanir ef þau liggja í þagnargildi? Á vinnuna í þinginu, á lagasetningar, á nefndarstörf og á samskipti við fólkið sem var útúðað. Í fyrirlestri sem Cynthia Enloe hélt hér fyrra á árinu í tengslum við MeToo áréttaði hún mikilvægi þess að skoða allar MeToo-sögurnar sem hluti af sömu heild. Aðeins lítill hluti MeToo frásagnanna sögðu frá nauðgun eða öðru grófu líkamlegu ofbeldi. En hún lagði áherslu á það að það væri samhangandi þráður milli þeirra og litlu sagnana sem segja frá niðrandi athugasemdum og eitruðu tali. Þá minnti hún okkur á að feðraveldið fer aldrei í frí. Það finnur stöðugt upp ný tæki og aðferðir til þess að viðhalda sér, aðlagast og endurnýjast. Nýjasta birtingamynd feðraveldisins hér á landi eru því karlar með óráði. Að lokum mikilvægt að hafa í huga að hatursglæpir hafa alltaf byrjað með niðurlægjandi og hatursfullri orðræðu. Orð eru til alls fyrst. Þess vegna svo mikilvægt að bera kennsl á hana og stöðva hana áður en hún magnast upp og umbreytist í hatursglæpi. Takk fyrir.